Nú ætlum við aðeins að skoða ummál og flatarmál hrings. Finndu ummál hrings þegar þvermálið er 3 metrar. Formúlan fyrir ummáli hrings, ætlaði ég að segja, er þvermál sinnum pi. Það er að segja þetta hér. Þvermálið er, muniði, alla leið yfir miðstrenginn, þannig að þetta er geisli og geisli. Og pi er í raun bara tala sem hún er óræð, þetta er endalaust tugabrot, en við látum yfirleitt okkur nægja að nota pi sem 3,14, þetta er 3,1415 og svo kemur einhver ólögruna. Það er takki á vasareiknu sem þið getið notað, en þetta er í flestum tilfellum næg námundun. Og þegar við eigum að reikna þvermál, ummál hrings og vitum þvermáli, þá gerum við bara 3 sinnum 3,14. Út úr því fáum við 9,42 og þetta eru metrar. Þetta er ekki flatarmál, þannig kemur ekkert veldi á eininguna. Geislinn er 4, þá veit ég að þvermálið er 8, af því að þvermálið eru 2 geislar. Sinnum 3,14, það gefur mér 25,12 cm. Passa var rétt eining á þessu. Finndu þvermál hrings þegar ummálið er 15,7 mm. Hérna er búið að segja þvermálið sem ég veit ekki hvað er, sinnum pi er jafnt og 15,7. Þá þarf ég bara að deila með pi báðum megin. Þá styttist út hérna, x er jafnt og 15,7 deilt með pi. Og þegar ég slæ það inn, þá fæ ég út að þvermálið er jafnt og 5 mm. Finndu geisla hrings þegar ummálið er, ég ger þetta nákvæmlega eins, ég bara deili með pi, þá fæ ég að þvermálið er 6 og svo ger ég bara 6 deilt með 2 því að þvermálið er muniði 2 geislar, þannig ég þarf að finna geislan, það er spurt um geislan. Þá deili ég með 2, hann er 3 desimetrar. Reiknaðu ummálið, hér er mynd og við þurfum svo sem fljóta að fylla inn í það sem við vitum að þetta er 5. Nú vantar okkur hennar hringboga hérna. Þá þurfum við að reikna í raun ummálið á heilum hring hérna. Þvermálið í þessum hring er 4. Þá ger ég 4 sinnum pi. Það var formúlan fyrir ummáli hrings. Og út úr þessu fæ ég 12,56. En ég er bara með hálfan hring. Þá þarf ég að gera 12,56 deilt með 2. Þá fæ ég 6,28. Þetta er 6,28. Og þá byrja ég bara að telja. 5 pluss 6,28 pluss 5 pluss 4. Ég sem sett til hérðan 5 pluss 6,8 pluss 5 pluss 4. Og út úr þessu kemur svo mikið sem 20,28 metrar. Þetta á að vera í metrum allt saman. Ummál snýst alltaf að finna útliðarnar og leggja þær hreinlega saman. Finndu flatarmál hrings þegar geislinn er 3 cm. Formúlan fyrir flatarmáli hrings, ég er búinn að skrifa hana hérna upp, hún er geislinn í öðru veldi sinnum pi. Og þá ger ég einfallega 3 í öðru veldi sinnum pi. Og ég ætla að gera bara strax 3,14. Út úr þessu fæ ég 28,26 cm í öðru. Nú er ég komið flatarmál og þá er þetta í öðru veldi. Þegar þvermálið er 8 þá þurf ég að byrja að gera þvermálið deilt með 2 til þess að fá geislan. Þá ger ég 4 í öðru sem er geislinn, helmingurinn af þvermálinu, sinnum 3,14 og út úr þessu fæ ég 50,24 fermetrar.
passa alltaf að einingin sé rétt. Finndu flatarmál hringgeirans. Hringgeiri er partur úr hring. Geti verið svona. Og þetta hérna horn köllum við vaff. Og flatarmál fyrir hringgeira er að finna flatarmál hringsins, sem er í þessu tilfelli, þar sem r-ið er 5, þá ger ég 5 í öðru sinnum 3,14 sinnum, svo er ég með svo þarf ég að finna hvað vaffið er stórt hlutfall af hringnum. Og þá ger ég í raun, ég ætla að sýna ykkur þetta hérna aðeins, r í öðru sinnum pi sinnum vaff deilt með 360. Og hérna er vaff 90 og 90 gráður eru 1/4 úr hring. Þannig að þegar ég gerir sinnum 90 deilt með 360 þá er ég raun að gera sinnum 1/4. Og þá hlýt ég að finna út að þetta er 1/4 úr hringnum. Út úr þessu fæ ég 19,6 cm í öðru. Þetta eru fercentimetrar. Þetta var sem sagt þetta hér. Og hérna, ég ger þetta nákvæmlega eins, 8 í öðru sinnum 3,14 sinnum 52 deilt í 360. Þarf ég raun ekkert að spá hvaða hlutfall kemur út úr þessu. Ég slæði þetta bara inn í vasareikni. Út úr þessu kemur það bil 29 cm í öðru, 29 fercentimetrar. Hérna erum við með tvær myndir, við ætlum að reikna flatarmálið. Það er auðvelt að reikna, ég ætla að byrja hérna, þetta er bara 4 sinnum 4. En þetta svæði og þetta svæði myndar heilan hring þar sem þvermálið er 2. Og þá gerir ég bara geisli niðurveldi sem er 2, helmingurinn af þvermálinu, sinni 3,14. Út úr því fæ ég 12,56. Svo ger ég pluss 16. Út úr þessu fæ ég 28,56 fermetrar. Þessi hérna mynd er örlítið flóknari. Þetta svæði er hálfur hringur með geislan 3, þannig að þetta er 3 í öðru sinni 3,14 deilt með 2, því þetta er bara hálfur hringur. Og út úr því fæ ég 14,13. Þetta er kassi sem er 12 sinnum 6. Út úr því fæ ég 72, en ég þarf að mínusa hérna hálfa, þetta er hálfhringur. Þið sjáu það af því að þetta er helmingurinn af þessu, þannig ef ég setti aðra einingu hérna núna þá væri ég komið heilan hring. Þannig að þá þarf ég að reikna hring sem er með geislan 6 er það ekki, helmingin af 12. Og þá ger ég 6 í öðru sinnum 3,14 deilt með 2, því ég er bara með hálfan hring. Og út úr þessu öllu saman kemur 56,52. Síðan þarf ég að gera 72 mínus 56,52. Út úr því fæ ég 15,48. Þannig að þetta er 15,48. Þetta var 14,13 og 15, er allt þetta hérna, því þá var ég búin að taka þetta muniði og mínusa hringinn frá, þá er þetta eftir. Nú þarf ég bara að leggja þessar tvær tölur saman. Þá fæ ég svarið 14,13 pluss 15,48. Svarið út úr þessu er svo mikið sem 29,61 dm í öðru, 29,61 fer desimetri.